Það vandlifað sem foreldri og snjallsíma eigandi í dag. Notagildi snjallsímana fyrir fullorðinn einstakling nánast ótakmarkað. Þar dagskipulag fjölskyldunar, fundir, æfingar, hittingar, matseðlar, innkaupalistar, tölvupóstur, fréttir að óglemdum samfélagsmiðlanum. Hvað eru vinir mínir að gera sem ég hitti örsjaldan? Í dagsins amstri auðvelt að láta samfélagsmiðla duga í staðin fyrir raunverulega hittinga. Að því höfum nóg annað á okkar könnu. Við vitum öll að það að minnka samfélagsmiðla og skjánótkun æskilegt. Alveg eins og við vitum að við ættum að borða þokkalega hollt, lyfta lóðum reglulega og anda djúpt onni í maga. En stundum eins og við séum á vindingarprógrami í þvottavél. Við erum að sækja og skuttla í skóla, leikskóla og frístundir, sinna krefjandi vinnu, hreyfa kyrrsetur líkamann okkar, hringja og bíða á línunni eftir læknatíma fyrir börnin, skrá börnin í frístundir, lesa póstinn frá kennaranum og bregðast við honum, heyra í mömmu og pappa, endurskoða tryggingarnar, sauma bætur og götóttar buxur, slá grasið, baka fyrir afmæli, bera á pallinn, fara með bílinn í smurningu og muna eftir því hann fer í skoðun í næstu viku, muna eftir að leita í óskilamununum í skólanum, muna eftir að kaupa nýja húfu, panta tíma í klippingu, skipuleggja viku innkaupin, gera matseðil, kaupa vetrarföt, gresja úr of lítilföt, kaupa ný föt í réttri stærð, klippa barnaneglur, skrá niður bekkjaramæli svo það gleymist ekki og mæta í það líka, kaupa gjöf, heimsækja ömmu, taka lýsi, eiga gæðastund með hverju barni fyrir sig, vökva blómin, gefa kettinum, gera grindabónsæfingar, laga til, brjóta saman þvott og svo mætti lengi telja. Og allt þetta gerum við með klístru grjón undir sokkunum. Eftir skóla og vinnu allir úrvinda eftir fyrstu, aðra og þriðju vaktir vikunar. En þegar heim komið, þá fyrst byrjar hasarinn, baráttan skjátíman. Börn geta orðið svo upptekin af skjátímanum sínum að það erfitt að gleyma sér í frjálsum leik sem svo þroskandi fyrir heilastarfsemina og félagsþroskan. Já, það vandlifað, við finnum það öll. Og við erum flest að há þessa baráttu ein heima í stofu. Við viljum öll gera vel og takmarka skjátíma við börnin okkar og okkur sjálf, standa við aldurstakmark á tölvuleikum, standast fristinguna við að gefa barninu gamla snjallsíman okkar. En það illgerlegt án samtakamáttar foreldra. Því setningin allir eiga þetta nema ég heyrist á hverju heimili og ekki viljum við að barnið okkar sé út undan, það nokkuð. Þegar skoðaðar eru rannsóknir á æsku undangengina kynslóða mælist gríðarlegu munur á börnum sem alast upp fyrir og eftir árið 2010. Rannsóknir sýna að hjá börnum sem ólust upp eftir 2010 hefur tíðni kvíða rokið upp, börn eru einangraðri og meira einmana. Þau fá minni tíma í frjálsan leik og eiga erfiðara með að halda einbeitingu. Hugmyndin af þessu hlaðvarpi spratt upp við lestur bókarinnar The Anxious Generation eftir Jonathan Haidt. Eftir lestur bókarinnar ekki laust við að manni finnist nútíma foreldrar ætti að vera skyldur til þess að lesa hana. Haidt fer í gegnum rannsóknir á börnum undanfarna áratugi, bæði viðtöl og töluleg gögn, ekki aðeins í Bandaríkjunum, heldur allan heim þar sem snjallsímanótkun orðin almenn. Hann byggir undir það kenningu að kyrrseta við snjalltæki sé þroskaþjófur og að kynslóð sem einkennist að kvíða sé að vaxa úr grasi beint fyrir framan nefið okkur. Í þessu hlaðvarpi munum við styðjast við gögn frá bók Haidts en einnig út frá íslenskum rannsóknum og almennum umræðum í samfélaginu á Íslandi. Við erum Anna Laufey og Kristín og við ætlum að leiða ykkur í gegnum þessa umræðu og fá í heimsókn til okkar fólk í spjall til að öðlast meiri dýpt á efninu. Anna Laufey stofnandi Facebook-hópsins Kvíðakynslóðin, stöndum saman og minkum skjánótkun barna. Einnig rekur hún ráðgjafafyrirtækið stafranvelferð.is og móðir 3 barna. Kristín mannfræðingur, áhugamanneskja heilbrigða æsku og 2 barna móðir. Með þáttunum viljum við auka samtalið net og samfélagsmiðla nótkun barna, breytingar á okkar veruleika og hvar lausnirnar getur legið. Ásamt því að valdefla foreldra til að móta sér skoðun og setja mörk skjátíma og samfélagsmiðla. Einnig munum við fjalla leitina að 3. staðnum. Hvað segirðu, Anna Laufey? Erum við sem samfélag bara búin að klúðra þessu? Það dálítið erfitt að ræða þetta mál án þess að planta samviskubit í foreldra. Sko, markmið okkar ekki að gefa foreldrum samviskubit. Heldur að upplýsa þeim stöðuna sem við erum í dag.
við erum í mjög alvarlegri stöðu þegar kemur að börnunum okkar. Þeim líður ekki vel og við finnum það. Okkur líður sjálfum ekkert sérstaklega vel. Skjánótkun barna hefur einhvern veginn farið bara úr böndunum. Já, það er bara svolítið hraði hjá okkur. Ég held að það þekki allir. Þó við eigum rólegur og notalega stundir inn á milli. En það er svolítið hraði svona í daglegu amstri. Og það voru svo þægilegt að grípa til. Já, og það er eiginlega bara ómögulegt fyrir foreldra að halda aftur að þessum tækjum. Já. Af því að þetta stanslausa suð. En allir í bekknum mega vera með Snapchat. Já. Allir í bekknum eru með TikTok. Já. Það er allir með snjallsíma nema ég. Þú getur ekki verið eina foreldrið sem skilur barnið þitt eftir útundan, sem missir það og öllu þessu samfélagslega og félagslega sem fer í gegnum þessi tæki. Já, það er mjög mikið svona félagslegum samskiptum sem fari gegnum allan hjá eldri börnum, eldri en þeim sem ég á. Þannig að ég skilja vel að það er erfitt að takmarka þetta ef allir eiga nema mann segið barn. En þess vegna verður við líka sem foreldrar og samfélag að standa saman. Þetta er ekki hægt. Við getum ekki minnka skjánungun barna nema við í fyrsta lagi stöndum saman, öll sem eitt, og líka við verðum að koma með eitthvað annað í staðinn. Hvað getur komið í staðinn fyrir skjátíman? Já, það er náttúrulega kannski fyrir eftir ástíð, en það getur verið eitthvað svona sem eitthvað sem fjölskyldan gerir saman úti. Þú, mér dætti í hug svona frisbeegolf daginn. Já. En það er, og svo sumar fjölskyldan fara á skíði og það kannski fyrir eftir aldri barna. Það fer mikið eftir aldri barna. Ég hef mikið verið að hugsa ég er að reyna að innræta í börnin mín borðspil. Já, það getur verið vetrar. Já, af því að það er kannski svipað og þegar börn koma saman að spila tölvuleiki. Já. Þá eru þau að leika eitthvað leik inni í hlífunni. En lana bara í gegnum borðspil. Já, en það er aðeins öðruvísi að vera saman við borð, að spila eitthvað borðspil, það er augnsamband, það er þessi félagslega tenging. Já. Þið eru saman í rými og eru að spila eftir ákveðnum reglum. En þetta er samt í hug. Alltaf þegar ég hugsa þetta og þegar ég tala um þetta, ég heyrði eitthvað tímann að þegar bókalestur varð almennur fyrir, ég veit ekki, kannski meir en 100 árum síðan eða eitthvað í kringum það, að fólki, það vakti ótta hjá fólki, það þótti að vera merki leti, ef börn eða úlingar lágu bara upp í rekki og lásu, eitthvað sem við myndum bara kalla kærkomið í dag. Já, þau voru hrættum að þau myndu tínast í ævintýrunum. Já, einmitt, er þetta ekki bara það sama? Að svo verður þetta bara allt í lagi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þetta er borið saman við bækur, en líka við sjónvarp. Já. Við okkar kynslóð, við ólust upp við það að horfa á sjónvarp og horfðum bara frekar mikið á sjónvarp. Já. Og það var ekki að tala um skjátíma þá. Nei, en það var nú kvartað yfir því. En þetta var líka línuleg dagskrá að mestu leyti. Já. Þetta var ekki allan sólarhringinn. Og spólur. Já, reyndar og vídeospólur. En þetta, Jonathan Haidt hefur tekið þessi gögn saman og hann vil meina, og ég er sammála á honum, að þetta er aðeins öðruvísi. Það hefur aldrei verið önnur eins bylting, tæknibylting og þegar snjallsíminn og samfélagsmiðlar komu. Já, bara hafið alltaf í vasan. Já, af því að tökum skólan sem dæmi, af því að þú mætir í skólan og ert með síman á þér, segjum 10 ára barn. Þegar við vorum aðalast upp, hefðu við fengið að taka með trommusettið okkar og geislaspilarann og tölvuspilið okkar, PlayStation tölvun okkar. Sko við hefðum ekki mátt það, en það hefði örugglega verið betra heldur snjallsími því að þá var ég að sýna hinum og sjáu ég hvernig ég kann á trommur og hinni var að gefa mig feedback og þú veist, þetta væri einhver interaktion í kringum trommurna mínar sem ég mætti óumbeðin með í skóla. En líka börn í dag, og þetta er mikið, við erum mikið að tala um þetta líka bara í samfélaginu á Íslandi núna, er börn, þeim gengur ekki vel í skóla, þau er erfitt með að einbeita sér. Að sjálfsögðu eiga þeir erfitt með að einbeita sér. Okkur þótti skóli líka oft leiðilegur. En hvernig heldur að sé að vera í leiðilegum tíma með það skemmtilegasta? Með bara tífóli í vasanum. Með tífóli í vasanum. Já.
dópamín framleiðslu í vasanum sem þú getur alltaf leitað í Já. og það er ekki nóg að síminn sé í vasanum eða í töskunni af því að barni veit af honum alltaf að hugsa um hann alltaf að hugsa til símans hvað ætli sé búin að fá í notifications núna. Já, ég held að við getum bara hugsað okkur sjálf. Ég bara, veist, ef að síminn í vasanum og ég að bíða eftir einhverju og ég stend einhvers staðar ein, þá var það þægilegt bara, hvaða tölvupóstur búin að fá, einhverja nýja fréttir. Í staðin fyrir en stundum ger ég það vísvitandi. Ég veist að, Kristín, nú ætla þú að hverfa aftur til gamalla tíma og bara aðtöku hvort ég sjái fugl og horfa á laufin á trjánum, horfa á bílana. Það er svolítið fyndið að smá æfing. Að það er tískufyrirbæri núna á netinu að labba frjáls. Og ég ætla að tala um flugvélarnar. Já, ég hef ekki heyrt frá þessu. Að labba frjáls, þetta er eitthvað sem nýjasta kynslóðin hefur fundið upp á. Labba frjáls? Það er að labba með engan síma. Ég ætla að vera ekki bandi. Nei, engan síma og engin heyrnartól, þannig að þú ert ekki að hlusta á neitt og þú ert bara út að ganga. Þegar við vorum alveg stuð þá kallaði þetta bara að vera út að ganga. En í dag er þetta labba frjáls. Þá ert ekki með henni á truflanir og að fyndið að heyra viðbröðin frá unga fólkinu þegar segir frá upplifunum sínum þegar þið er að labba frjáls. Vá, við náttúrulega hlæjum en þetta er alveg smá grillað. En með við hvað raunveruleikinn þeir er ólíkur okkar á sama aldri sko. Það er það og við erum sjálf erfitt með að takmarka símanótkun okkar. Já, og er þetta eitthvað sem krakkar pröfa, þú veist, einu sinni eða eru einhverjir sem eru bara farnir að labba eiginlega alltaf frjáls svona eins og við gerum það? Ég er ekki viss, þetta er eitthvað samfélagsmiðla tísku fyrirbæri. Ég þekki. En svo náttúrulega myndi maður aldrei labba frjáls á þessum aldri nema að taka mynd af því. Já, þú voru náttúrulega nú er ég að labba frjáls. Nú voru að auðvitað á samfélagsmiðlum og þú sért að labba frjáls. Já, samt ekki svo frjáls. Þetta maður er alltaf með þessa út af við erum að reyna að tala íslensku, ég myndi segja audience, áhorfendur að sko, nú er ég að gera eitthvað, ég er alein út í náttúrunni, en ég samt sko í huganum mínum er ég alltaf með áhorfendur. Ég verð að sýna þeim hvað ég er að gera núna. Nákvæmlega. Í staðan fyrir bara að gleyma sér eins og ég var að tala um áðan, að gleyma sér í leik, að gleyma sér í núinu. Já. Og líka bara við sem fullorinn, ég meina, ef við erum einhvers staðar að bara tökum mynd. Það er tvíegja, það er líka skemmtilegt. Það er Það er nefnilega, við skulum ekki gleyma því í þessar umræðu, að tæknin er frábær. Já, hún er búin að hjálpa okkur mjög mikið. Hún er stórkostleg, hún er æðisleg. Það er rosalega margt sem tæknin er búin að færa okkur, sem er búin bara umbyltað hvernig við lifum. Og ég hef unnið að mikið til tækni sem hefur umbreytt bara hvernig fólk vinnur og gerir allt daglegt líf hjá fólki bara mun hagkvæmra. Já. Og það er margt gott í tækninni. Við skulum ekki skafa af því. Nei. En með þessu góða kemur líka það slæma. Já, svo sannarlega. Og kannski við getum hort til þess að sko bílar er bara þvílík bót, bara samgöngubót og bara spara tíma og allt gott við bílan ef kannski mengun, við möttum að finna út af því. En samt sem maður fyrir ekki að rétta sjóra börnunum okkar lyklana og segja, heyrðu það er svo þægilegt að þú bara fyrir sjálfur á körfuboltaæfingu, taktu bara lyklana. Þú veist, það er svo þægilegt. Nákvæmlega, bíllinn er rosalega gott dæmi eitthvað sem við getum borið saman. Er að bílarnir hafa breytt því hvernig við komumst á milli staða, hvernig við ferjum vörur. Við erum að nota hann ábyrgan hátt, vera í belti, setja börnin í... Ég held að bílinn hafi komið fyrir cirka 100 árum til Íslands. Og slysum og dánarslysum, þeim fjölgaði jafnt og þétt, mjög hratt, til svona 1980. Já, þegar... Þá náðu mesta hámarki þá. Já. Og hvað gerði samfélagið þá? Já, þá gripuð inn í. Gripum inn í. Já. Við gerðum það að lögum að þú þarft að vera með bílbelti. Börnin þurfa að vera í barnabílstólum. Og bílarnir eru öruggari. Já, og það eru umferðarreglur. Já, Og við lærum umferðarreglunar frá því að við erum í leikskóla. Já,
það fyrsta sem þú lærir er að leiða fullorðin yfir gangbrutuna, hvað rauðikallin og grænikallin þýðir. Svo ferði í grunnskóla og þú lærir að þú ert að hjóla á gangstéttinni, þú ert að vera með hjálm, þú ert að líta til beggja hliða, þú lærir umferðarljósin, síðan verður úlingur og að fara að hjóla og hjóla brettan, nei hvað heitir það? Já, eða hana hopphjólum ég held að sé reynda 15 ára aldurstakmark þar en er ekki alveg viss og hérna þú tekur strætó, þú ert orðin hluti að umferðinni og fara alltaf meiri ábyrgð og hvað gerir síðan þegar við erum 16 ára? Þá fara að fara í ökuskóla. Þetta er ekki eins og bara einn ökuskóla, 1, 2, 3 ökuskólar sem þú þarft að mæta í. Já, og heilt ár í æfingaakstri. Heilt ár með foreldri þegar við hlið í æfingaakstri og ökukennsla með ökukennara. Síðan þarf þetta að taka próf. Munnlegt, skriflegt og verklegt próf. Já, og þá þú ert 17 ára gamall, þá ert þú nógu þroskuð með nógu mikinn undirbúning til þess að þú getur þeir eru treyst til þess að vera í umferðinni á þínum eigin bíl. Svo ertu að taka aftur prófið eftir ár eða fara í einn tíma eða ekki? Eða það er eftir ár með bílpróf þá þarf að taka aftur, allan að vara þannig þegar ég tók bílpróf. Já, ég er í den. Í den. Já, við en kannski þyrft að vera einhver svipuð rammi, umgjörð í kringum snjallsíma og samfélagsmiðla. Það sem ég heyri oftast frá foreldrum er að börn þau þurfa hvort þau eru að læra að nota þessi tækni. Já. Þannig við getum allt eins bara leyftum að hafa þetta og reynda að hafa eftirlit með því. Já, algjörlega. Og ég er sammála því að börnið þurfa að læra að nota þessi tækni. En það þýðir ekki við að gefa 10 ára börnum óheftan aðgang á Snapchat og TikTok og Instagram. Það hefur hræðileg áhrif á geðheilsuna þeirra. Já, þau eru að pröfa eitthvað úr einhverjum vídeum sem þau hafa séð hef ég heyrt og sem kannski miðar bara því að leggja einn einelti á mjög ljótan hátt sko. Til bara svo ég tæki dæmi ýmsa birtingamyndir að því hvernig það fer síðan út í samfélagið eftir að horfa á. Það hefur sýnt gögnin sína að þegar kemur að stelpum þá eru samfélagsmiðlar verstir. Já, og þá klám við þær strákum. Klám og tölvuleikir eru verstir fyrir stráka. En ef við byrjum að tala um stelpunar þá eru það samfélagsmiðlarnir og stelpunar og það er líkamsímyndin allra mest og stelpur erum félagsleg tengsl skipta þeim miklu meiri mál á þessum aldrei sérstaklega og þær hópast allar saman á samfélagsmiðlum. Þetta hefur ekki góð áhrif á geðheilsuna þeirra og það hefur sýnt sig að eftir 2010 það hefur kvíði og depurð farið úr öllu valdi. Já, hún rauk upp. Hjá stelpum, sérstaklega. Já. Þetta er ekki svona afgerandi hjá strákunum. Þetta var byrjað. Er það ekki? Ekki af mikið. Þegar var byrjað, þetta er eftir Jonathan Haidt, þessi gögn sem ég er að tala um núna. En þetta byrjaði svona aðeins og undan áður en að snjallsími kom. Já. Og það eru aðra kenningar yfir því af hverju það var. Já. Það var því að við vorum að minnka frjálsan leik. Já, út af öryggi. Já, við erum svo hrætt sem samfélag börnin okkar. Börnin okkar að þau verður bara rændi eða eitthvað. Við fórum að passa meira upp á þau og banna þeim meira að vera í frjálsum leik úti. Fórum að skutla þeim í skólan og allt þetta. En þeirra líða hefur samt sem áður farið versnandi meira jafnt og þétt og lítur heldur ekki vel út í dag. Já, þetta er því að þegar þau eru út í frjálsum leik, það er svo mikið traust, bæði traust til barnana og til samfélagsins að gera þeim ekki mein. En ég get sko ekki annað en fagnað samt sko meiri öryggi af því að við viljum lækka sko slysatíðina á börnum en það þyrfti einhvern veginn að vera að fara einhvern milliveg, að við fengi traust og við gætum gert einhvern veginn búið til samfélag sem væri traustinsvert, að við gætum bara hleypt börnum út að leika. Já, algjörlega. Ég las áhugaverðan pistil daginn rakst á hann að við þekkjum ekki nágranninn okkar. Já. Og þú varst að tala um þetta líka daginn.
Já, var ég ekki að tala um þetta ég er svo góða nágranna? Já, þú ert svo góða nágranna. Já. En þetta vandamál, að ef þú sér barn sem dettur fyrir utan húsið þitt og að gráta, þú veist ekki hvað foreldri átt að hringi. Nei, einmitt. Já, nákvæmlega, þetta mjög góð punktur. En ég bjó svo á öðrum stað mjög lengi áður en ég átti börn og þá þekkti ég ekki, ég hafði ekkert við þau að segja nágranna mína, ekkert mikið. Þegar ekki svona samgangur milli barna. Einmitt. Þannig að þetta svo ólíkt hvernig maður en það ótrúlega verðmætt að eiga góða nágranna sem maður góðum samskiptum við. Já. Fá lánað egg. Fá lánað egg. Ég lenti því, þetta fá lánað egg. Já, og nefnum líka varandi samgang barna en þá kemur inn á foreldrasamstöðuna. Já. Út af því að þegar mikil samgangur barna að það var svo gott að vera í góðum samskiptum við foreldrana. Það það. Varðandi skjátímanótkun, það sem við erum náttúrulega hér til að tala um það. Já. Að það er svo gott að geta rætt það. Út af því að nágrann minn, út af við ætlum ekki að sletta en ég verð bara vitni í nágrann minn, hann kallaði þetta doppúldippa. Áttu þú eitthvað gott orðið við það? Doppúldippa. Það var einhver kannski klukkutíma skjátími heima. Já. Og klukkutíma skjátími hjá vini. Og Já. þá, horfaði saman, svo komaði til vina sem bara, við erum eftir að horfa. Þannig að það horfaði saman í báðum skjátímanum. Það samt miklu skárra. Já, það er alveg rétt hjá þér. Af því að þegar kemur að því að horfa, og þá er ég ekki að tala um YouTube, ég er ekki ánum með YouTube, nei. En þegar kemur að því að horfa, bara eins og sjónvarpið, að þegar kemur að skjátíma yfir höfuð, að þann skjátíma sem við ætlum að leyfa, besti skjátíminn sem þú átt, í hófi með öðrum. Já, algjörlega. En það að sita hlið við hlið og horfa sjónvarpið saman, það er allt önnur upplifun en að sita með síman í fanginu og að horfa á YouTube-myndbönd. Já, svo sannarlega, algjörlega. Þetta er svo mörgum stigum, eða þú veist. En það sem kannski vakti fyrir mér var að tíminn eftir skóla og fyrir kvöldmat og háttatíma allt það, minnst það svo skammur. Þannig að ef það eru 2 tímar í skjá, þá er rosalega kannski kortir og alltaf það eftir í að geta hlaupið upp á moldarhaugum og vera eitthvað úti í hreinaloftinu og bara í einhverjum frjálsum leik. Einmitt. En jú, svo er svo sannarlega betra heldur en að sitja einn að þessu. Ég heyrði strákana heima vera að tala um daginn. Ég er með eitt svona sem er að nálgast úlingsaldurinn og þá var að, eigum við að kíkja til Benna? Nei, það er engin skjátími á Benna á sunnudum. Já, en þá er þetta orðið svo félagslegt. Þá er þetta orðið, þetta gæti svo auðveldlega og fer út í það að vera út í það að skilja börn út undan. Ef til dæmis það er mjög strangir skjátímar, bara til dæmis á öllum virkum dögum börnum, og ég hef alveg heyrt dæmi þess að það er kannski bara engi tölvuleiki leyfðir hjá þessu barni og það er rýmri tölvuleikur. Já. Rýmri tölvuleika tími. Auðvitað myndi krakkarnir, þau redda sér, myndi krakkarnir safna saman þar. Þetta er orðið þá vinsælda keppni eftir því hvað eftir mikið skjátíma. Það er svo sárt einmitt ef að barnið á ekki vini og eða þú veist, er ekki kannski félagslega sterkt og þetta er mjög einföld leið að bara rýmka tölvuleikatíman og allt er konið fullt af vinum minn. Ég skil það. Þess vegna snýst þetta aftur foreldrasamstöðu. Þetta er nefnilega ekki auðvelt. Nei. Ekki að vera með einu í þessu. Þetta er ekki hægt að vera með einu í þessu. Nei, það er erfitt að hafa þess að baráttu einn heim í stofu. Já. Þannig að foreldrafélög, ég mæla alltaf með foreldrafélögum, að þau taki sér saman og geri samning sín á milli. Já, einmitt. Skjátíma. Já. Eins og þá er ekki hægt að gera þetta einn. Nei. Og eina leiðin er að gera þetta saman. Geti gert samning, þar sem segir við ætlum ekki að leyfa börnunum í þessum bekk að vera með snjallsíma, við ætlum ekki að leyfa að fá samfélagsmiðla og það verður engin sími í skólum og ef þau samþykja þetta og kannski fara eftir tölvuleika aldurstakmarki. Já, fylgja almennum takmarkunum þar. Já. En þá fylgir því að við ætlum að vera að samtaka þetta að vera samstiga að banna þessa snjallsímanótkun og samfélagsmiðla og allt þetta, þá fylgir því líka samt að vera góð
að vera kostur, að vera góð samvinna milli foreldra varðandi svona félagslega stöður, að ef að eitt barn er alltaf út undan, Já. að það er gott að geta rætt það og einhvern veginn að byggja þannig í kring að það verði ekki alltaf út undan. Þannig að það foreldrarnir þurfi ekki að grípa til þess að ráða að rýmka tölvuleikjatíman bara til þess að kaupa smá athygli. Þannig að með þessum með því að kannski foreldrar í bekk samþykki einhverja svona vilja yfirlýsingu að það þarf að vera svo margt í kring til þess að grípa börnin. Já. Takar á rót vandans í rauninni. Já, rót vandans er náttúrulega hvað kemur staðin fyrir skjátíman. Og það hafa verið ýmis verkefni til dæmis í Bretlandi. Okay. Þar sem skólahópar taka sér saman og gefa börnunum ákveðna ábyrgð. Þannig að það er kannski eitt barn með ábyrgð í viku þar sem það skipuleggur eitthvað svona leiki. Aha, hvað er þetta gömul börn? Hvað segirðu? Hvað er þetta gömul börn? Ég man það ekki alveg, kannski svona 10 ára. Vá, frábært. Er að hluta fyrir alls leik er að börnin læri samskiptahæfileika, þau læra að takast á við ágreining við hvort annað. Eitt af mikilvægasta sem við gerum þegar við þroskumst er að þú ert með eitthvað leik, þú vilt spila leikinn, það verður einhver ágreiningur, það er engin fullorðin til að blanda sig inn í ágreiningin, þið þurfið að leysa úr honum saman, af því það vilja allir áfram leika í leiknum, þannig að markmiðið er að halda áfram að leika. Hvernig leysum við það? Já. Og ef við gefum börnum einhvers konar ábyrgð bara til að koma þeim á stað, bara herri Jón, nú ert þú með ábyrgð í dag að skipulegja eitthvað leik, hollin skollin eða eitthvað, og það er allir að leika saman. Þetta heitir að vera leiðtogi í skólanum hjá börnunum mínum. Já, er það? Er það í skólanum þar? Já, svona ekki kannski akkurat þetta, en þau stýrir alls konar öðrum athöfnum. Já, það er frábært. Já, það er bara líka svo gott að hugsa sjálfan sig sem leiðtoga. Þá hugsa hans öðruvísi, þá hugsa hans meira heildrænt og svona. Þannig að þetta er ótrúlega góð pæling í Bretlandi. Ég sé svolítið fyrir mér þetta því að þegar ég var, hvað ætli ég hef verið gömul, kannski 10 til 13 ára. Já. Ég ætla, bara svona, ef ég segi frá minni. Það já, við vorum svo mikið úti, þess nágrannabörnin, við vorum svo mikið úti í leikjum á kvöldin. Já. Eins og varst að tala við vorum undir í Einakrónu og eitthvað svo leiðis. Að ég ætla að setja ekkert í göttinu minni á kvöldin, en þegar börnin mín hafa aldrei til, þá er ég til ég bara að fara þarna út og bara tala við nágranna og foreldrana og hafa bara svona samtakamátt að við erum bara að fara út í leiki í 40 mínútur í kvöld. Einmitt. Þetta er nefnilega orðið svolítið sorglegt. Það eru eiginlega engin börn út að leika. Já, ég hef heyrt það. Það er leikullur hliðin á húsinu mínu. Já. Og við tökum eftir þessu þegar það snjóar mikið. Já. Einu fótsporin eru fótsporin eftir mig og börnin mín. Það er kannski búið að vera snjór þarna í einhverja daga og við drifum okkur loksins út, þau eru svo ung börnin sko, þannig að við þurfum að fara með þau. Drifum okkur með þau út að leika sér á rólavellinum og þá er alveg ósnert. Já. Hvað ætlaði þessi að gera í staðinn samt? Við vitum það. Við vitum það. Eru þau ekki inn í skjátíma? Já, eða ég man, þú veist, þegar börn voru mjög lítil, það var svo, þú veist, var alltaf fann að labba og svo erfitt að labba í snjó. Já, nú er ég auðvitað að tala um eldri börn. Já, algjörlega. Leiðu þið byrja í grunnskóla, þá ættu þið að geta að leikja sér úti. Já. Og líka með eldri systkinum. Já. Yngri börn eiga að geta, eldri börn eiga að geta að passa litlu systkinu sín og fara með þau út að leika. Ég var hérna á eftirdræði eftir bróði mínum eins og skugginn á honum alla mín æsku. Hann nefndi ekki alltaf að hafa mig. Nei. Viljum alltaf fylgjast með þeim. Já. Þannig að við gefum þeim aldrei það ábyrgð sem þau eiga að skilja að læra að axla. Einmitt. Það er vandlif að segja eftir. En eins og ég segi að tæknin er samt sem aður frábær. Og til þess að kenna börnum að læra að nota tæknina því hún er ekki að fara neitt. Nei, hún er svo sannarlega ekki að fara neitt. Þá þurfum við að kenna þeim
hvernig að fara með hana í hófi samt sem áður, en þetta er bara eins og að borða holt. Já. Við kennum þeim að busta tennurnar, við kennum þeim að þú veist, þau megi alveg fá sælgæti stundum, en við erum ekki að fara að borða það í kvöldmatinn. Nei, einmitt. Það er alltaf gott í hófi. Já. En þegar kemur á samfélagsmiðlum, þá er ég með mjög sterkar skoðun á því að börn eiga ekki heima inn á samfélagsmiðlum. Nei. Jonathan Haidt talar 16 ára, eða ekki? Jú. Já. Ég hef hugsað það sé... Af því það er það mikið inn á samfélagsmiðlum, þá er ekki bara samskipti barna á góðum nótum. Á milli barna. Nei, einmitt, svo er það. Af því að það eru... Talandum öryggi. Já, af því að þau eru vitni að samskiptum fullorðna sem eru ekki alltaf falleg samskipti. Já, eða bara inn á Snapchat það sem eldri aðlar hafa verið að nýta sér sakleysi yngri barna. Já, það er mjög algengt að ef þú prófar að gera Snapchat aðgang þar sem þú reynir að þykjast vera 12-13 ára barn, þá streyma inn vinabeðnirnar frá óhugnalegu mönnum. Já, einmitt. Og þetta er bara búið að vera í fréttum nýra líka mjög svona atvik. Já. Ég myndi ekki vilja hafa barnið mitt inn í Svefnherbyggi 1 með fullt af þannig mönnum. Nei, við myndum ekki gera það. Með beinan aðgang að barninu mínu. Nei, nákvæmlega. Þannig að það snúast þessar aldurstakmarkanir á samfélagsmiðlum. Já, algjörlega. En það aldurstakmarkið er opinbera 13 ára. Veistu af hverju það er 13 ára? Af hverju er það 13 ára? Er góð ástæð fyrir því? Það er ekki góð ástæð fyrir því. Það er engin alvöru ástæð fyrir því að sé 13 ára. Nú? Ástæðan af hverju það er 13 ára er að þau eru 1998. Henni í fyndinni? Það eru 26 síðan. Árið 1998 í Bandaríkjunum voru sett lög sem heitir COPPA. Children's Online Privacy Protection. Þau voru sett upp til þess að vernda börn, það hljóma voða vel, vernda börn gegn því að netfyrirtæki safni upplýsingum og auglýsi safni persónuupplýsingum börn til þess að auglýsa til þeirra. Og árið 1998 lítið vissu þau þá hvað kæmur 2010. Já, þetta er löngu áður en að þessi tækni sem er til í dag var til. Já, og þetta var aldrei endurskoðað. Það er verið eitthvað endurskoðað þetta núna. Já. En svolítið sendir það sem gripið. En þessi lög eru það illa skrifuð að þegar kemur að vitneskjunum það hvort þú sért eldri en 13 ára, þá þurfa fyrirtæki ekki að vita hvað þú ert gamall. Nei, þau þurfa bara að samþykja, haka í. Já, það er bara að haka í eitt bóks. Svo lengi sem fyrirtæki veit ekki að þú ert yngri en 13 ára, þá þarf það ekki að gera neitt. Nei. Þannig í raunin það sem þetta gerir er að þetta verndar fyrirtækin fyrir því að þau eru lagalega vernduð gegn öllum lögsóknum. Já. Þegar kemur að einhverju skaðlegu gagvart börnum undir 13 ára á samfélagsmiðlum, að þau áttu ekki að vera að inni, þau sögust verið ekki 13 ára, þau eru ekki lagalega ábyrgð fyrir þessu. Nei, þannig að þyrfti að vera allan 16 ára þá fyrir samfélagsmiðla okkar mati og Heights. Já. Og að það væri einhver svona meira, nú langar mér til að sletta, authentication. Já, það væri gengið úr skugga Það hefur verið talað þetta og eins og í Flórida, það kom frétt núna fyrir árinu, að Flórida er búin að setja upp lög sem eiga að taka gildi núna áramótin, sjáum hvernig það mun ganga, þar sem þú verður að sýna fram á það að þú sért orðin 14 ára til þess, eða þú mátt ekki fara inn á samfélagsmiðlum fyrir núna 16 ára. Okay. Nema með leyfi foreldra, þá máttu vera samfélagsmiðlum eftir 14 ára. Það er smá trikki, þessi frjálsi vilji foreldra. Já, en það er þó allan á 14 ára. Frjáls. Já, en undir 14 ára, þá máttu alls ekki vera á samfélagsmiðlum. Nei. Og þá spyr fólk, hvernig þetta er ekki fyrir að breyta neinu. Af því að það geta alltaf slogið alveg eins og ég ger í dag. Nei, það er samt ekki þannig. Nei. Af því að lögin eru betri þarna. Að þau segja til það að fyrirtæki verður að vita hvað þú ert gamall. En ekki endilega hvað þú ert gamall, heldur bara
ertu eldri en 16 ára, já eða nei. Þetta er já og nei spurning. Og þá þarf að vera eitthvað svona þriðji aðali og þessi fyrirtæki eru til í dag. Þriðji aðala fyrirtæki, þar sem þú sannar það að þú sért yfir ákveðin aldur og þetta þriðja aðala fyrirtæki gefur síðan samfélagsmiðlunum þetta já eða nei. Já, einmitt. En þá getur þú ekki farið inn á samfélagsmiðla, stofna aðgang og haka bara eitthvað box. Það verður áhugavert að sjá hvað samfélagsmiðla fyrirtækin gera við þessu. Já, ég er mjög spennt. Þetta er bara á næstu mánuðum. Já, en þangað til við getum ekki alltaf beðið eftir því að stjórnvöld gera eitthvað. Nei. Og við getum gert eitthvað. Við getum staðið saman og tekið saman á þessu og banna börnum að vera í skjá. Þessi þáttur er í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir úlinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Jæja, Kristín. Nú erum við búin að fara yfir stöðuna í dag. Já, stikla stóru. Varandi skjáttíma og samfélagsmiðlanotkun barna. Þetta var bara fyrsti þáttur, þetta var svona inngangur. Þetta var inngangurinn, svo förum við dýbra. Já, við mátum að fara aðeins dýbra í þetta málefni. Við ætlum að tala í næsta þætti. Þá ætlum við að fara nánar út í bókina hjá Jonathan Haidt, The Anxious Generation, og tala lausnir. Já, við viljum heyra það. Hvað getum við gert? Það er ástæðan okkur við erum hérna. Já, Hverjar eru lausnirnar? Hverjar eru lausnirnar? Og hvað getum við gert sem samfélag? Akkurat. En stay tuned. Er það ekki? Er þetta ekki bara komið gott í dag? Þetta er komið gott í dag. Okay, takk fyrir.